Og ég ætla að byrja á að búa til sviðið. Ég ætla að fara bara hérna í bakgrunnar og velja hérna að mála nýjan bakgrunn. Og þar ætla ég bara að búa til, ég ætla að fá mér hérna blýantinn hérna og þá ætla ég að teikna hérna braut. Ég ætla að hafa svarta lit og hafa þetta kannski aðeins línubreiddina svolítið stærri. Svartur litur og ég ætla að teikna ykkur að braut hérna og hafa hana svona einhvern veginn svona og hann byrjar hérna og síðan á hann að fara á leiðarenda, þetta svona lítið völundarhús og hérna á að vera einhver, þegar hann komin hingað, hann komin í mark og hann byrjar hérna og ég ætla að láta þetta vera ákveðin lit, ég ætla að láta þetta vera hérna, þetta einhver skógur sem maður má ekki fara í og ég með málingafötu hérna, hann á að halda sig á gulri götu hérna og þegar hann kemur í rauða markið þá hann búinn að vinna, búinn með þetta og hann byrjar ég ætla að fara hérna bara í spræt núna hérna aftur. Það sem ég finnst með þetta, setja þetta hérna á stefjur og nú ætla ég að búa til forrit á bakvið kísuna. En kísan alltaf stór, sjáðu þið. Þannig að það sem ég ætla að láta hann að byrja hérna, hún á að vera miklu minni heldur en hérna. Þannig að ég ætla að fara hérna í atburðir og segja að þegar við byrjum, þá á kísan að minnka og hún á bara að vera einhver smá partur af því sem hún hérna. Jú, 30%, það var svona einn stólur sem ég vil hafa hana. Ég vil láta hana byrja hérna. Sjáðu, og ég sé hérna í X-ið og Y-ið, ég verð að segja þá í byrjun, fara á þennan stað. Og ég ætla að fara hérna í hreyfing og segja fara til, stærð verður þetta og fara á þennan stað hérna. Ef hún væri eitthvað stað hérna, þá myndi þú að byrjaði fara á byrjunarritin. Nú, síðan ætla ég að hanna þannig að hún fari áfram með vít og uppöruna og hún fari niður þegar ég á niðuröruna og svo til hægri á vinstri. Þannig ég ætla að byrja á að segja, hérna atburðir, þegar ýtt á, ekki bylslá, heldur uppöruna, upp, þá ætla ég að láta hana fara eitthvað upp og ég ætla að láta hana bara fara 10 skref. En síðan á hún alltaf að skoða hvort að hún hafi rekist í en sé komin út á þetta græna. Þannig að ef hún komin eitthvað út á þetta græna, þá hann að pompa tilbaka aftur á byrjunarrit. Og það ger ég með svona stjórn að ég segi ef eitthvað skilyrði þá aftur á byrjunarrit og það hreyfingin að fara aftur á byrjunarritin hérna en nú það skilyrði sem á að koma og þá ætla ég að mæla hérna, skynja það hvort þú sé að snerta litin, græna litin, snertir litin, það eitt af þessu mælingu sem við getum gert hérna. Hvort að kísan að snerta ljósgræna litin. Ef snertir ljósgræna litin, þá hann að fara aftur á byrjunarrit. Og nú fer ég bara með þetta hérna inn í skilyrðið og sleppi því þegar það orðið svona hvítt og þá komið hérna, ef kísan komin út á þetta græna þá hann að fara aftur á byrjunarrit. En nú það kannski þannig að mér finnst þetta, ég þurfa að útskýra þetta eitthvað. Get ég smelt hérna á hægri smelt og satt skrá athugasemd og þá get ég skrifað hérna hvað ef ég hef ekki alveg skilið þetta. Ef ég fer hérna að byrja í þessu og ég snerti, ég íti hérna uppöruna,
Já, það er nú reyndar eitt sem að. Ég sé að það var eins gott að ég prófa þetta. Hún nefnilega stefndi ekkit upp. Þegar ég ýti á uppuruna þá stefndi hún ekkit upp. Þannig að það sem ég þarf að gera er að ég þarf að breytum og setja stefnu hérna. Þannig að hún sé hérna alltaf að fara upp. Stefna, hérna, hún á að fara svona. Þannig að ég ætlum kannski að segja að fara 10 skref og hafa það fyrir aftan hérna. Hún á að stefna hérna í 90 gráður, semst hún á að stefna 0 gráður, þannig að hún stefna upp. Þegar ég ýti, sjáðu að nú fer hún upp og svo fer hún aftur tilbaka alltaf í hvers skipti sem hún hérna lendir á græna litnum. En nú það þannig að nú þarf ég að búa til svona eins fyrir þegar hún fer hérna, ef maður ýtir á ör niður og ör til hægri og ör til vinstri. Og það er svolítið vesen, en nú gæti ég gert það þegar þetta verður alveg eins og þetta hérna. Að ég læti að tékka á því hvort hún hérna hefur snert ritinn, þannig að ég gæti bara fjölfalda þetta. Og svo breytti, það myndi flýta fyrir mér. Þannig að ef ég smelli hérna á þetta verkværi hérna, tvöfalda, og smelli svo að þetta efsta, þá er ég komið með alveg eins. Og nú ætla ég að segja bara, ekki í staðan fyrir ör upp, þá ætla ég að segja ör niður, og í staðan fyrir að stefna í 0 gráður, þá ætla ég að stefna í 180 gráður, en öðru leyti er þetta alveg eins. Og á sama hátt þá ætla ég að fara hérna aftur og tvífalda þetta hérna, og nú ætla ég að gera það fyrir fara í ör vinstri og hún á ekki að stefna í 0 gráður og heldur hún á að stefna til vinstri en mínus 90 gráður og síðan ætla ég að tvífalda það seinasta og þá er það, þessi athugasemd fyrir, þá er það ör, ég hef búin að gera ör vinstri þannig að það er ör hægri og hún á að fara hérna 90 gráður og nú er ég búin að setja fyrir allar stefnur. Nú ætla ég að fara til hægri, vinstri og upp og niður. Nú ætla ég að prófa að setja þetta á stað og sjá hvernig þetta virkar. Og nú fer ég á stað og allar örvarnar virka. Ef ég er hægri ör þá fer hann til hægri. Vinstri til vinstri og ef ég snert einhvern tímann græna litinn þá pompar hann aftur á byrjunarliti. Ég ætla að prófa það. Já, sjáðu það virkaði alveg. Ég ætti kannski að enda á því að segja sko að það sé búin að vinna ef hann komin í rauða litinn og þá ætla ég bara að bæta því við þetta fremsta hérna. Ég ætla að þess að færa þetta. Ég ætla að bæta því við að það var alltaf að tékka á því, ég ætla að láta það vera hérna endalaust, tékka á því hvort hann sé að snerta rautt. Já, ég ætla að endalaust og síðan býtum við stjórn. Ef snerti rautt þá á að segja eitthvað, að segja þú komin í mark og kannski þetta líka skipt bakgrunn ef ég væri búin á þessu borði og ég ætla að halda áfram í hvort sem að væri saga eða öðru borði í leiknum. Og ég ætla að fara hérna í mæling. Ef snertir litinn rautt, ég fer bara hérna úti til að finna litinn, þá ætla ég að láta kisun að segja bara komin í mark